Sko fyrst byrjaði þetta náttúrulega sem eitthvað svona PC, þú veist, manst eftir því þegar það var eitthvað, já þetta er non-PC, þetta var svona smá svona, við skulum segja þetta svona, við skulum ekki segja þetta svona og allt þetta. Þá var þetta mildara, svo bara hefur þetta einhvern veginn bara, þú veist, þrengt að manni bara eins og, sko, maður sé bara í púp, mér finnst þetta alltaf vera verra og verra og mér finnst þetta koma, sko, líka fram í því bara að maður fór að vera eitthvað hræddur á því, ég var svona, þú veist, svolítið grínari, sko, og fannst gaman að vera að setja eitthvað fyndið á Facebook og svona. Svo bara allt í einu fann ég að, þetta getur nú eitthvað miskilist en er þetta móðgandi fyrir þennan eða hinn eða... Var þetta á sjálfsreit skoðun? Já, að því ég bara, þannig að þá fann ég bara hvað þetta var að fara að hefta bara svona eðlilega sköpunargleði. En já, það er rétt, þetta tungumáli er mér mjög kært og ég er náttúrulega bara, eins og ég hef sagt áður, ég vil ekki láta segja mig hvernig ég á að tala eða hvernig ég á að hugsa og það er bara upplifun sem ég fæ. Það vera að segja þér, þú ert að hugsta svona, þú ert að skrifa þetta svona, þú ert að vera með í þessu liði, annars ertu vond eða eitthvað ekki með á nótunum eða... Dreifa hatursáróðum. Já, eða bara, hefur enga samúð, þú veist, þetta er allt eitthvað svona sem er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt því að ég er alveg ótrúlega svona einhvern veginn, já, ætlum að með ekki segja auðmikið góð en þú veist, ég er það sko, ég er rosalega, bara svona blíð og góð sko yfirleitt. Þetta er mjög finnst þetta rosalega óþægilegt.